Komið sæl, góðu hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Við erum mættir hérna aftur í þennan sérstaka sumar þátt, Ólafur. Já, andaldið síðan, við spjöldum síðan saman. Já, en það voru við nú eiginlega í sumarfrí, sko. Já, við erum búin að vera það. Maður er alltaf búin að vera svo upptekinn við að vera í sumarfrí en maður hefur ekkert haft tíma til að taka upp. Nei, mitt. En hérna, en já, við sem sagt erum... Já, hvað var þetta? Við vorum hérna í júní eða maí þegar við vorum hérna að tala um Grænland. Já. Held ég. Nei, júní líklegast, sko. Já. Jú, ætli það ekki. Já. Þannig að við erum sem sagt, við ætluðum eiginlega ekkert að koma aftur hérna fyrir en bara eftir sumarfríið, en það er nú sérstakt tilefni núna. Jú, sérstakt tilefni. Ég er nú hérna staddur á landinu, þannig að þá þurftum við nú að hittast og spjalla svona yfir borðið. Nákvæmlega, yfir borðið sko. Upp á borðinu. Upp á borðinu. Við borðið. Já. Já, þannig að þetta er sannkvæmlega tímamót að hlaðvarpi söguskoðun / Krím og Gær komið saman hér af holdi og blóði. Já, þetta er nú bara fyrsta skipti. Algjörlega. Já. Reynda við tókum upp einn leyniþátt. Já, jú, alveg rétt. Sem hefur ekki verið birtur. Nei. Já. Ekki allt í lagi ágætt ástæða fyrir því hvað skjákur hann ekki hefur byrtir. Jú. Allavega hérna. Við erum staddir hérna á Borgarbókasafni Reykjavíkur. Þessi þáttur er í boði Borgarbókasafns Reykjavíkur. Já. Það sem við erum staddir hér í hlaðvarpstúdíónu. Og það má segja það að þetta sé bara helviti kósí. Já, mjög svo. Þetta er fyrst skipt síðan ég kem hérna og við gaman að líka að nota sko gamla bækur til að dempa hljóði og svona, já, ekki hálflega hljóði núngra, þetta er komið fyrir bergmálið. Já, þetta er svona fyrir, já. Það líka setur sko, þú veist, það setur mann í svona mood, sko. Já, það gerir það líka. Og ég er líka svo gaman að bókum, sko, og megnið er náttúrulega snýr öfugt, þannig ég sé ekki kjölinn, það gerir svona ekstra spennandi að vita hvað er í þessu. Já, það náttúrulega getur verið annarkort, sko, til að, fólk verði ekki distracted. Já, að því að lesa það á kjölinn eða þá að það sé upp á hljóði. Ég býst nú við að sé þið síðan nefnda sko. Já. En allavega þá erum búin að lýsa hans herbygginu. Já, þá erum búin að lýsa herbygginu og við erum hlaðvarpi söguskoðun. Gott fólk, við erum hlaðvarpi sögu og sagfræði. Við Ólafur Hersir, sagfræðingur og prestur, ræðum málin. Og þetta er 40. þátturinn. Já. Það er bara svoleiðis. Já. Og það er kannski verðt að líta á það sem þetta sé pínu svona afmælis þáttur líka. Jú, algjörlega. Það er svona sérsta tilefni. Já, það er það. Já. Gaman að því. Algjörlega. En hvað ætlum við að tala um þetta? Við ætlum nú ekki bara að babla um okkur sjálfa. Nei, það er líka eitthvað þema. Já. Og jú, það er náttúrulega stórt þema. Það er 30 ára stríðið sem var háð þá 1618 til 1648 sem er sko einn af mikilvægustu stríðum eða atburðum Evrópusögunar en náttúrulega fellur kannski voðalega mikið í skuggan af seinni heimsstyrjöldinni, fyrir heimsstyrjöldinni, Napóleónsstríðin. Svo spurning hvort að menn fari þá að tala um 30 ára stríð eftir það. En sann sko, það er hljóta að vera takmörk fyrir hversu mikið maður getur sagt að hlutir falli í skuggana seinni heimsstyrjöldinni. Já. Þú veist, komin aftur á 17. öld sko, hvort að það sé að falli í skuggana því. Nei, en þegar maður spáir kannski, þegar ég segi svona hluti, það er kannski fyrst og fremst að hugsa um sko, hvað allir fólk viti um söguna. Já. Og það er líka náttúrulega komið það langt aftur að ég held að myndir fara og spyrja svona venjulegt fólk hvort það er um 30 ára stríð
það var ekki fæstir sem myndi eitthvað geta svarað því sem svo sem skiljanlegt að þetta náttúrulega er líka orðið það fjarlægt já, algjörlega en síðan líka bara áhugavert svona hvað er náttúrulega vinsælt þema hvað menn er að búa til myndur og svona eins og til dæmis það er til alveg tölvöld að bíómynd Napóleonstríðan til dæmis það er frekar svona vinsælt stríð spennandi tímabil, flott tímabil tískan og hitt og þetta en 30 ára stríðið ég held ég var ekki sinna einstu bíómynd það Nei, það er líka já, sko mér finnst líka að vera ákveðin hugreiningar tengsleirna fyrst þú ert að nefna hinar stóru Evrópustyrjaldirnar í þessu samingi sko að þú veist, maður hefur svona tilhneigingu til þess að byrja að hugsa sko þú veist, er þetta svona fyrsta heimstyrjöldin, önnur heimstyrjöldin, þriðja heimstyrjöldin, fjórða heimstyrjöldin og svo framvegis sko, veist, akkur köllu við sko stríð 1918 til 45 sem fyrir og setni heimstyrjöld sko hvað definerar heimstyrjöld skilurðu og svo framvegis en ég held að mættinu svo sem eins og við höfum alveg rétt áður hérna í þessum þætti sko stundum færa rauk fyrir því að Napóleonstyrjöldin hafi verið heimstyrjöld að því hún var náttúrulega háða af öllum stórvöldum heimsins skilur og allan heim, í öllum heimsálfum líka í Asíu, eða ekki? Jú, alltaf bara stundum þessar nýlendur sem frakkar áttu og uppreisn á Haítí og stund, já, Ameríku líka og Norður-Ameríku líka en stundum hefur verið sagt sko að 30 ára stríðið sé eitthvað svona af þessum toga og hafa menn það bent á það að þetta hafi verið svona gríðalega umfangsmikið stríð sem að þú veist, öll stórveldin voru með í en það er samt ekki alveg satt af því að þetta var ekkit öll stórveldin Nei, það var það ekki til dæmis voru rússar ekki konur inn í spili en þá Tyrkir voru stórveldi á þessum tíma og voru ekki með í þessu Bretar voru kannski ekki orðnir stórveldi á þessum tíma og voru samt ekki með í þessu Einmitt Þannig að ég myndi segja að það er fyrst og fremst Mið-Evrópustyrjöld Já, eða þýsk styrjöld og náttúrulega þetta setja svona í samhengi við sko einmitt þennan Þýskalandsvanda Já, þetta er náttúrulega stór hluti af einmitt Þýskalandsvandanum eða kannski hluti af líka kannski upphafin af Þýskalandsvandanum því náttúrulega það sem Já, veitum kannski fyrst að tala aðeins sögusvið, þú veist, hvað þetta hvað er að gerast 1618, Já. Það er mjög langt aftur í fyrndinni Nákvæmlega, það er mjög langt aftur og þessum tíma er náttúrulega Þýskaland ekki einu sinni til Nei Þannig að við erum þá að tala hið heila rómverska keisaradæmi Hinnar þýsku þjóðar já sem var náttúrulega stórmerkilegt fyrirbrigði en náttúrulega eins á þessum tíma þá ef við segjum bara kringum á 1618 það náði það yfir hluta Vesturpólandi allt núverandi Þýskaland það náði yfir þá Benelux-löndin hluta af núverandi Frakklandi bæði norður og hluta af Frakklandi alveg frá sko Atlantshafinu í norður að Miðjarðarhafinu í suðri hluta af Norður-Ítalíu og svo Slóvenía og Austurríki og Tékkland Þannig að þú veist, þarna ertu með risastórt svæði þá mjög stór hluti af Mið-Evrópu sem var þá þetta heila rómverska keisaradæmi og innan þess náttúrulega, þetta var alls ekki eitt ríki langt í frá, heldur voru þetta mörg þúsund ríki allt frá sko riddurum sem áttu kannski bara eða hver riddar áttu kannski bara smá hluti í einhvern bæ til þú ert líka með frjálsar borgir sem höfðu ýmis réttindi og upp í þá stórríki eins og til dæmis Austurríki eða Tékkland Tékkland var nú samt hluta Austurríki, ekki? Jú, Habsborgararnir náðu bæheimur en það var alveg aðskilið þá frá í raun og veru Austurríki en það var samt krúna Tékklands og Habsborgararnir náðu því 1453 eitthvað kringu það kannski og síðan var þetta, þú veist, alveg fullt af mismunandi ríkjum allavega mikill munur náttúrulega á þjóðhöfðingjum hversum valdamiklir þeir voru og svo náttúrulega var allt þetta þá innan þá þessa ríki sem við kölluðum sem svo með keisara þá toppnum og þetta náttúrulega var rosalega bákn og mjög flókja ýmsu leyti og mismunandi
hagsmunir, það sem auðvitað hafsborgararnir síðan, þegar þeim tókst að berast þetta til valda, voru þá náttúrulega síðan að reyna að styrkja sína stöðu en síðan náttúrulega aðrir að reyna að takmarka það. Sko, þetta er arftaki veldis Karla Magnúsar. Já. Það er þessi miðalda draumur það að stofna svona universal rómverskt ríki í Evrópu. Og endur þessa Rómaveldi. Endur þessa Rómaveldi. og það er þessi miðalda hugsunarháttur og þetta stríð sem við ætlum að ræða hér í dag er mjög mikilvægt sem, og ég kannski kom betur að það eftir, af því það er svo mikið sko, uppgjör við þennan hugsunarhátt. Já. Miðalda hugsunarháttin. Og mér finnst við alltaf vera, mér finnst ég alltaf svo gaman að sjá tengingar við fyrri umræðefni en hjá okkur í hlaðvarpinu söguskoðan. Að því við vorum að tala um síðaskiptin hérna daginn. Já. Og þú veist, og við vorum að tala um miðaldir, skilurðu og þetta allt saman sko. Og þú veist, af hverju erum við að sjá þessa breytingar þarna, skilurðu, frá miðöldum yfir í nýöld sko. Og þetta er hluti af því, það er þessi hugsunarháttur sko svona stjórnsýslulegur einhvern veginn sko. Þannig að Karl Mikli konungur Frakka árið 800 lætur krýna sig keisara, en ég minn þetta er alltaf að orða svona, hann alltaf var krýndur keisari af páfanum. Rómverskur keisari í vestrinu, hún er ekki ánægð með það keisarinn í Konstantínópel, okkar maður stólkonungurinn í Miklagarði var ekki ánægð með þetta, nei mikið móðgun. Og þetta skipti síðan í tvennt, austur og vestur Frankíu. Vestur Frankíu er það sem var síðar Frakkland, austur Frankíu er það sem var síðar Þýskaland. Og þessi tvö ríki eða svæði höfum við haft bara frá þessum tíma og allt fram til okkar daga. Nema nú það nú kannski runnið svolítið saman en samt mismunandi þjóðir þetta. Já. En samt þá var þetta alltaf ákveðið vandamál, sérstaklega kannski með þetta ríki þá í austri sem var þá þetta heila rómarska keisaradæmi. Því landamæri þess voru oft meira fljótandi og lönd fóru inn og út. En síðan náttúrulega líka alltaf þessi barátta sko, hversu miðstýrt átti þetta ríki að vera eða ekki. Og það sjáum við mikið mun að frökkunum eða konungum Frakklands tókst hægt og rólega að auka miðstýringuna og síðan að búa til þjóðuríki á miðöldum, eða sem á miðöldum leggja svona drauginn að því að þetta var síðan þjóðuríki. Og meðan það tókst ekki í Austurríkinu, þá í heila rómarska keisaradæmi. Og 30-ársstríðið er náttúrulega hluti af því. En náttúrulega líka þegar við tala síðaskipti, náttúrulega hluti af vandamálunum þegar við komum þarna á byrjun 17. aldar var sko að síðaskiptin höfðu átt sér stað og voru deilur. Og menn höfðu verið að berja staðins en 1555 þá var friðurinn í Augsburg. Og þá samþykktu með það væri þá kaþólskur siður og síðan þá lútherskan. En kalvinismin var ekki viðurkenndur. En síðan var þá friður í ákveðin tíma en síðan samt alltaf svona spenna á milli. Og þetta er náttúrulega líka það sem litaði mjög mikið þetta stríð og hefur verið sko umræðan líka hversu mikið var 30-ársstríðið til dæmis trúarbragðastyrjöld. Algjörlega. Og það er debattið sko. Já, það er debatt. Sumir kalla þetta síðustu trúarbragðastyrjölduna í Evrópu. Þetta og síðan þá líka trúarbragðastyrjöld þá í Frakklandi. Já, það var aðeins fyrr. Það var aðeins fyrr, en samt svona svolítið á svipum tíma, en aðeins fyrr. Voru það aðalega kalvinistar? Já, húgenóttarnir, það voru kalvinistar. Og til þess mikið að þeim voru hraktir til Englands og til Þýskalands. Flúðu til til Brandenburgar. En síðan kemur alltaf svo mikið af öðrum þáttum inn í þetta, þess að ég sé alltaf betur með sögu. Ef það er eitthvað sem maður er að vinna með þá er það margar ástæður og margar breytur. En ekki það, trúarbröðinu þetta voru líka mikilvæg hluti af þessu. Sko upprunalega var þetta litið á þetta sem bara púra trúarbragðastríð. Það held ég að hafa verið alltaf söguskoðun áður en síðan hefur það breyst mjög mikið. Það var svona þessi klassíska söguskoðun. Já, og menn ég mann til þess að þegar ég lærði sögu í Þrándheimi og þá var þetta prófspurning í einum á kursunum. Þá hvað hét kursin? Var það ekki saga
ár nýjaldar henni var skipt í tvennt en allavega og þá til dæmis var kennslubókin mjög mikið á því að gera sem minnst úr þessum trúarbragðahluta og meira að tala sko ríkismyndun og pólitík og slíkt. Já, það örugglega svolítið og líka stórvelda pólitík. Já, mjög mikið. Orðið svolítið svona þema í söguna sko. Já. En allavega þannig að það var mikið spenna og mikið af vandamálum. Þannig að þegar menn eru komin síðan þarna 1618 þá var hluti af vandamálunum þó til dæmis Tékkland sem var eiginlega orðið sko ég hef búið ganga af kaþólskunni en Habsborgarnir sem voru kaþólskir voru konungarna og síðan byrjar eiginlega þá þessi styrjöld á frægum atburði. Ég var veltað að hvað hann kalla á þetta íslensku. Herru, ég með þetta. Ok. Þetta þetta nýja frábæra orð sem ég var að læra. Ok. Defenestration. Já, frábært orð. Í hvað samhengi ætlum að geti notað þetta orð í öðru heldur en þessu? Þetta því sérst að vera kastað út á glugga. Já. Ég held að við getum þýtt þetta sem útgluggun. Ég var að hugsa nákvæmlega sama orð. Já, útgluggun. Útgluggunin í Prag. Já. Það ég nenni þess ekki, útgluggumann maður. Já. Einmitt. En þá tóku þér sér að sendibúða frá Habsborgarunum og köstuðu út gluggan. Já, þeir voru 3. Já. Nei, 2 og 1 ritari. Já. Hugsaðu sér. Svo náttúrulega þessi atburður að lifa lengi í alls konar minni. Já. Og þeir náttúrulega lifðu allir af þetta fall og þeir sem hafa komið í Prag-kastala sjá það að þetta er mjög hátt niður og kaþólska sagan segir að Maria May hafi birst og brett út kjólfaldinn sinn og þeir hafi runnið blíðlega niður á meðan englar sungu og dýrlingar sungu og björguðust þannig. Lúterski áróðurinn héldi fram að þeir hefði bara dottið hann í hrúgu af skít sem var búin að móka upp í vegginn og því það voru alltaf hestar hann en allavega ekki verið eitthvað mitt á milli allavega þá voru vist í einhvern svaka skrúða þessi gaurar sko menn voru svo snirtilegir hann á 17. öld sko. Já, það er dempa falli. Já, eitthvað svoleiðis og svo þannig að þeir allan að lifðu af og náðu að komast til þess að segja frá þessum atburði. Svolítið skemmtilegt að þetta byrjar einmitt hann í Prag. Já. Hefur þú komið þangað? Nei, ég var bara á það eftir. Já, ég líka. Skemmtilegur staður örugglega sko. Já, við erum mikið til að fara þarna, mikið söguból, mikið menning. Já, og það var nefnilega þannig sko að þessi keisari sem er kosin hann til valda í heila Rómverska ríkinu Ferdinand annar sem er svona central player í þessu öllu saman sem er algjör svona crazy kaþóliki sko sem er bara beint úr einhverjum biblíuskóla og hann ætlar sér sko að brjóta niður þessa djöfisins mótmælendur og fyrirrennari hans í þessu embætti var Rudolf Annar eða kom held ég einn á milli en Rudolf Annar var keisari þarna undan hann var frekar undarleg týpa, hann var þunglindur örugglega og hefur örugglega farið í svona manjur sko, af því hann gerði alls konar svona sérstakar hluti sem voru undarlegi fyrir hans tíma eins og til dæmis að breytti Prag í svona miðstöð fyrir svona alls konar svona kukleri og svona alkemi hvað er það aftur gullgerðarlist skilurðu og stjörnuspeki og svoleiðis hluti sko. Það blómstrar allt já það blómstrar einmitt í Prag sérstaklega sko og þannig að hann var búin að vera mjög frjálslindur í borginni og líka það sko að þeir eru náttúrulega komið frá Vín Habsborgararnir eða frá Austurríki en hann færði sitt aðsetur til Prag af því að hann elskaði Prag skilurðu og þetta er hann í kringum 1600 sko svo gerist það að bræður hans hinir í fjölskyldunni þeir fara að plotta gegn honum að þeir eru svo skrítin og eru að gera svona skrítna hluti og þá þarf hann að fá stuðning frá fólkinu þannig að hann
setur á bara trúfrelsi í Prag Já. mjög mikið frelsi miðað við þann tíma þannig að mótmælendur gátu iðkað sína trú þarna þannig að það er svona svolítið undanfarið þessa skilur svo þegar hann er dáinn og komin hann að þessi mjög konservativ íhaldsami sterki kaþólski keisari hérna Ferdinand annar þá er þetta svolítið svona umhverfið í Prag á þeim tíma Já, og þá umhverfið náttúrulega allt mun eldfimmara en ella en líka fram að þessu var sko kaþólska mikið búið að vera sko í vörn og hafði verið að gefa eftir hægt og rólega og þess vegna er náttúrulega líka það sem er það áhugavert einmitt meðan Ferdinand annan að hann ákveður að fara í sókn og ekki gefa meira eftir Já, og þá þess vegna fer þetta svolítið bara í stál já, og eftir að þeir þá kasta hans mönnum út gluggann já, eftir útgluggunina já að þá bjóða konungstegnina honum kjörfursta í Fals ég held við köllum það bara það á íslensku sko, það er þetta þarna Palatinate held ég að sé búið fram á ensku sem var þá ríki þarna í Þýskalandi Já, ég held að það sé ég vil kalla bara, sko það heitir Fals á þýsku sko Já þannig að við köllum það bara það á íslensku Já, og hann sé til í einhverjum fornnorrænum eitthvað annað en ég þekki það ekki sko Nei, ég þekki það ekki en hann allavega hvort hann var lútersku eða var hann kalvinisti Hann var kalvinisti það ekki og kalvinistarnir voru óvinsælir allstaðar Þeir voru allstaðar óvinsælir, enginn vildi hafa þá En rétt að nefna því þú segir kjörfusti sko það er þá komið svolítið þessu kerfi í Heila-rómverska ríkinu að því sko Heila-rómverska ríki var náttúrulega þessu sögum að þetta er ekki ríki þetta er ekki heilagt, þetta er ekki rómverst Nei, eins og Voltaire sagði forðum daga En þetta er eins og sagðir samansafna furstadæmum og konungsríkjum til og með Prússland var konungsríki ekki? Jú Austurríki var var það konungsríki eða var það furstadæmi? Það skiptir ekki máli og síðan voru þetta líka nefnilega oft sko trúar eða sko biskupsdæmi sem voru sjálfstæð Já, eins og Mainz og það var biskupsdæmi og Köln biskupsdæmi og svo, og svo er það ekki það sem að kemur að nota svona hamar í orustu svona meis af því að það voru biskuparnir þegar þú varst með biskupa sem þurfti að berjast í orustu voru svona warrior biskupar þá notuðu þeir meisa þá notuðu hamra því það var svona ekki svona messi eins og var með sverð og spjót og gæti verið held ég að lesa það stöðar allavega svo ertu með nokkur af þessum furstadæmi sem eru kjörfurstadæmi sem að geta kosið keisarann var það ekki eitthvað álíka í Austurnorska ríkinu og að það var kosin allavega nafninu til Jú, að því til dæmis kjörfurstinn á Brandenburg til dæmis hann hafði kosningarétt og Fals hafði kosningarétt München, nei, ekki München það er nefnilega máli Saxland, já hafði kosningarétt og eitthvað af biskupunum til dæmis Brandenburg Já, þú sagðir það og Köln til dæmis og hvort það voru cirka kannski ykkur 7 kjörfurstar á hverjum tíma og mikill heiður að ná því að vera kjörfursti og hann hafði mikil áhrif vegna þess að Habsborgarnir þurfti alltaf að tryggja sér að hinn myndi kjósa þá Þetta var svona fasta borgir, ekki? Jú, það var alveg fast hver var kjörfursti en síðan þurfti keisarinn alltaf að tryggja sér stuðning þeirra því að hann í raun og veru var þetta kjósa hvert sem er en Habsborgarnir náðu að halda þessu mjög lengi og þess vegna var það mjög áhugavert og eiginlega hættulegt ýmsu leyti að þessi þá uppreisnarmenn í Tékklandi eða bæheimi ákveðu þá að bjóða kjörfurstorunum í Fals konungstegnina vegna þess að það náttúrulega raskaði sko þeim stöðuleika sem þó hafði verið á þannig að hann þurfti að hugsa sér vel og vandlega hvort það nætti að þykja það eða ekki af því náttúrulega með því að þykja það var hann í raun að lýsa við stríði gegn Habsburgurunum sem hann búin að halda í konungstitilinn í einhverja kynslóðir og hann ákvað að slá til og þykja konungstitilinn og hélt síðan þá til Tékklands Svo náttúrulega má bæta því við þetta að eitt af þessum stóru löndum eða stóru héruðum hana sem eru ekki með kjörfurstatitil það er einmitt Bæjarland eða Bæjarn
það hafði þeim líka áhrif og þeir voru orðnir mjög öflugir sko. mjög öflugir Já. þannig að en síðan það sem gerir þetta ennþá flóknara sko, að ríkin sem voru svona hvað maður kalla svona hálf inn í hinn heila rómverska keisardæmi eins og til dæmis Holland var ennþá hluti af því en var samt eiginlega eða var allan að reyna að rífa sig frá þeir voru búin að hafa margar styrjaldir við Spánverja og sjálfstæðsborta Hollendinga en það hluti af þessu stríði ákveðnu leyti og það sem rindi þá kannski 30 ára stríðinu af stað var að ríki sem voru sett utan við ákveðu að blanda sig meira inn í þetta þannig að til dæmi sko, hann fekk stuðning þá frá Hollendingum sem í raun og sem á þessum tíma sko, þá 1618 voru með vopnahlé við Spánverja til 1921 1921? Nei, 1821 1621 segi ég já þannig að það var þú veist, skipta skoðan til þess í Hollandi hvort þeir ættu að fara að styðja hann eða ekki en þá sér maður þarna sko valdabröldi þá í kring því sko hugsun hjá þeim var þá auðvitað ok, ef við veikjum Habsborgarinn í Þýskalandi þá á það eftir að hafa hindra þá og keisaradæmið ég veit að Habsborgarum að Spáni stuðning og hjálp gegn þá okkur Hollendingunum þegar að vopnahlé rennur út 1621 Já. þannig að þá sér maður sko hvað mikið stórveldapólitík og allavega önnur alþjóðapólitík í kringum þetta að því að síðan náttúrulega þetta svolítið eins og svona dominókubbar sem fara af stað ok, þessi kjörfursti eða falls, hann hugsar ok, ég slæð til hann tryggir sér pening þá frá Hollendingunum Hollendingarnir fara þá að hjálpa honum Habsborgarinn í Þýskalandi náttúrulega bregst mjög illaði því að þetta er raun og veru undir Habsborgarunum á Spáni og þannig þeir þá svona hálfpartinn kannski að brjóta vopnahléð allavega að grafa undan því og þá dregur þetta einsýðan bara hverja þjóðun eftir annari og síðan eftir því sem stríðið gengur síðan lengra líka þá dragast aðrir inn en þetta er svona þessi fyrsti hluti er þá þetta uppristinn þarna í Bæheimi en það endar samt tiltölulega fljótt því hann gjörfyrsturinn falls náttúrulega tapar síðan þessari orustum við Hvítafjall sem er rétt hjá Prag þar sem Habsborgarnir vinna þá stór sigur og leggja þetta undir sig og þá voru þeir í mjög góðri stöðu í raun og veru og notfærðu sér hana og byrja þá að berja á mótmælendum og til dæmis þá að ég held að 2/3 öllu landi í Bæheimi hafi verið tekið og afhent einhverjum öðrum í kjölfarið á þessu. Já, þetta hefur verið nefnt hérna stærsta tilfærsla á eignum á þessu svæði í Bæheimi eða Tékklandi bara þangað til 1948 þegar alltaf þjóðnýtt Já. Þannig, og þetta náttúrulega hafði náttúrulega gífurlega áhrif og þess að náttúrulega líka er spurningin sko jú trúarlegt og hvað er meira efnahagslegt eða hvað það er en það náttúrulega var bara eiginlega oft sami hluturinn þess að til dæmis sko stór hluta því okkur margir fyrstarlega með studdu lúterskuna, það var ekki út af það var ekki einhver hugsjónir sem stýrði því heldur menn sáu sér gott í glóðarinnar þarna var ríkt klaustur sem þú varst kannski búin að vera í deilum við og klaustur var búið að sölsundi þessi hitt og þetta og allt í einu var hann tækifæri að taka yfir klaustrið maður og allt í einu gat þetta allt orðið bara þitt nákvæmlega maður og þess vegna líka þegar að mendlins kaþólikkarnir koma þá tilbaka þá náttúrulega snýst þetta náttúrulega peninga og völd og allt slíkt eins og það að biskuparnir margir hverjir voru bara kirkjulegir prinsar með allt sem því tilherði voru eins og prinsar nema bara þeir voru með kirkjuna í staðin fyrir að vera hvað maður kalla algjörlega sekular eða afhelgaðir og þess vegna gerir þetta allt svo miklu flóknar sko og menn náttúrulega urðu náttúrulega hrættir þegar ég sáu þarna hvernig Habsborgarnir voru að snúa hlutum við, voru að slá niður voru að taka yfir eign og styrkja stöðu sína en svo gerist það að 1625 þá eru þið búinir að þessu og þá hefst nýr fasi í stríðinu, danski fasin svo kallaði
þegar að Kristján IV sem held ég að verið ríkasti maður Evrópu, Aha. hann var vellauður. Var það Íslandsverslunin? Já, Íslandsverslun. Þetta voru búin svo duglegir sko loka þarna þessum sundum sínum og innhent og toll. Já. Það var þetta Eystrasaltsverslunin, hann var alveg vellauður kallan. Sko Danir eru þarna náttúrulega orðnir mótmælenda trúar og eins og öll Norðurlöndin er orðin á þessum tíma. Já. Og náttúrulega nota bene sko lúterskur siður er búin að vera í gangi hérna í ykkur 100 ár. Já. En það er samt sko svona hálfa til heila öld. Það er samt sko frá upphæfi 30 ára stríðsins eru akkurat 100 ár frá því að Lúther festi hérna á töfluna. Nei, hérna tesunda sínar á vegginn. Já, og til dæmis einn af þá forförum hans, ég veit ekki hvort það var Avans eða hvað það var, hann til dæmis var til staðar sko þegar að Lúther var að verja sig þarna einhvern tímann og til honum Kajatan, ég held að það hafi verið kring 1521 eða eitthvað slíkt og var fyrir miklum áhrifum þannig að sko Danirnir mjög snemma urðu fyrir miklum áhrifum af einmitt lúterskunni og tóku hann upp eins og það segja. Þannig að Danirnir komaði inn á hvítum hesti og ætla sér algjörlega að redda núna trúbræðurum sínum í Þýskalandi og það er svona yfirskinn innrásarinnar er allavega þannig og þó að hafa nú reynda verið aðri hlutir en það líka, það voru einhverjar hafnir þarna í Schleswig Holstein og hvort þetta snýrist kannski stórum hluta yfirráðin yfir því líka eitthvað svo leis en náttúrulega Kristján IV eða konungur Danmerkur er náttúrulega líka furstinn af annarkvort Schleswig eða Holstein eða báði mann hvernig það var akkurat á þessum tíma og það sé líka hvað þetta er flókið, hann er konungur Danmerkur og Danmörk er jú utan við þetta konungur Noregs líka og svona en sen er hann svona fyrsti í heila rómanska keisardæmi þannig að hann er hann svo sem ekkert að skipta sér að þannig sé en jú, hann er að vissulega því og hann kemur og gerir hann innrás í Þýskaland og Habsborgarnir bregðast við þessu þeir senda sinn besta mann á svæðið Albrecht Wallenstein sem er nú mjög dubious karakter í sögunni mjög svo hann er einn af þessum illmennum í sögunni en hann var mjög skilvirkur hann var mjög góður í því sem hann gerði vissulega en sko hann kemur hann inn sem hann er hershöfðingi eða ekki og hann er fenginn til þess að leiða herinn gegn Kristjáni því keisarinn hefði þá þar á undan haft þessa hérna frá bæverjana frá Bæjarlandi að reka stríðsvélina fyrir sig og þeim fannst þeir vera orðnir eða honum fannst þeir vera orðnir og valdamiklir og hann hétt hann ekki Maximilian og Tilly og þannig að sér maður líka sko hvað keisaraveldi var einhverjum takmarkað en þetta er svolítið líka svo Rómaveldi sko þú getur verið með hérna Cæsar skiluru sem að fer norður í land í herför kemur aftur og krýnir sig keisara en það var það sem þeir óttuðust að Wallenstein myndi gera skiluru akkur gera hann það ekki þessi Wallenstein var moldríkur skiluru hann átti allir út allt og velluður og til dæmis hluti af hérna ég segi að mikið peningum til þess að fór að borga herjum þá keisarnas voru til dæmis peningar sem kom frá páfanum í Róm Páfinn til þess var líka fullu með sko puttan í þessu auðvitað, hann náttúrulega vildi koma sinni kaþólsku áfram og líka keisarinn þurfti náttúrulega að biðja þá hínu þess að kjörfursta eða bara fursta almennt að borga að leggja til menn hitt og þetta þannig að hluti að því af hverju Wallenstein til þess var svona effektífur var hann var mjög flinkur sko að ræna og rupla og græja hlutina ef maður myndi segja þannig erum við komin inn í þetta essential dæmi með 30 ára stríð okkur er það svona merkilegt og það er þetta gegndarlausa ofbeldi sem átt sér stað og það er það sem þetta er frægt fyrir þetta stríð að þarna viðgekst sko bara svona tegunda ofbeldi sem að bara hafði alla þekst sko allavega ekki í þessum skala og meðal annars hluti af því er sá að hermenn Wallensteins voru sko þeim var ekki borgað og mér finnst ég að vera eitthvað starra hann hafi sko gert díl við keisarann sko þú skaffar hergögnum og ég skaffa mönnum
skilur og Gessin bara, góða til en þegar hann segist alltaf að skaffa mönnum sko, hvað þurfa mennirnir, þeir þurfa náttúrulega að éta og hafa í sig á og þá þeim sleppt bara lausum tauminn sko á alþýðu landsins skilur og það svolítið það sem að einkennir svona þetta stríð í svona sögulegu minni og í svona sögu Þýskalands líka skilur það þetta hrikalega ofbeldi sem að almenningur varð fyrir og bændurnir og auðvitað ekkert bara af mönnum Wallensteins en það svona kannski hann svolítið svona allræmdur fyrir þetta hann það en síðan náttúrulega þetta voru líka það voru sænskir hermenn danskir til dæmis til pyntingaraðferð sem heitir Schwedendrink eða svíadrykkur í hverju felst það felst í því að setja trekt upp í menn og sulla ofan í mönnum einhverjum óþvera eins og skólpi og alls konar viðbjóði þar til menn drepast sko, þetta svona eins og þú sagðir ekkert tíma Pulp Fiction sko, go all medieval on him þetta svona medieval tegund af hérna pyntingum eins og maður heyrir frá 30 ára stríðinu sko. og til dæmi sko ég held að íbúafjöldi Þýskalands hafi verið 20 milljónir á þessum tíma og 5 milljónir hafi fallið þannig að sko og sumsvæði það var kannski 50% af öllum íbúum voru bara drepnir þannig að þetta hafi sko brjálæslega áhrif á Þýskaland og líka á sögu Þýskaland náttúrulega upp úr þessu algjörlega og margir að draga sko langa línur með þarna og að þetta sko 30 ára stríð hafði alveg rosalega áhrif og til dæmis ef maður horfir sko hlutfarslega var náttúrulega 30 ára stríð margvælt blóðugur heldur til dæmis seinni heimsstyrjöld já, hlutfarslega þú horfir á sko það mismælt en samt sko seinni heimsstyrjöldin 4 ára tímabil sko 5 ára þetta nú það náttúrulega styttri sko en þá horfir á sumir hafa nefna 30% hafi dáið hún það hvergi því held að sko rússarnir eða Sovjetiríkin mistu held ég 10-15% 15% ekki það auðvitað stjartfræðilega tölur líka seinni heimsstyrjöld miklu hærri tölur en ef þú horfir maður getur náttúrulega ekki ímyndið sér eiginlega hvað hefur komið fyrir samfélag sem misti svona marga algjörlega, það alveg þetta skelfilegt en ef við svona áður við förum út í svona þetta, ef við klárum aðeins narratífið eftir að Kristján IV er komin inn í spilið þá kemur Wallenstein og hann rústar honum þeir eru nefnilega djúðlu upplýðir þessir Habsborgarar maður voru það nefnilega þetta er nefnilega svolítið tímabili söguna það sem að allt í einu er sko einmitt dænastíðið sem er yfir heila á Rómverska ríkinu farið að vera mjög öflugt og það er svolítið sögulega mikilvægt af því að þarna var tækifæri fyrir þá að sameina landið og búa til eitthvað skona þjóðríki svo gerist í Fraklandi, Englandi og Spáni en það gerist ekki og áður náttúrulega hafði Karl V aðalhabsborgarinn er mjög nálægt í sko að ná að sameina alla Evrópu og einmitt þá uppfylla þess að miðalda drauma og þetta náttúrulega voru þá niðjar hans reyna það aftur þarna á tækifærið en einmitt tókst það samt en sko, sko miðaldadraumurinn að sameina Evrópu látum hann vera en bara það að sameina Þýskaland í funksional miðstýrtiríki sko það hefði verið algjör game changer algjörlega, það hefði gífurlega áhrif eins og var að gerast það nákvæmlega þessum sama tíma í Fraklandi jafnvel fyrr þetta sé ekki nóg með það Wallenstein náttúrulega sigraði Kristján og lagði undir sig að Jótland einmitt og hann byrjaði að snúa þessu við að breyta allir í kaþólskt aftur var það ekki? Jú basically að hérna traðka á Augsborgarfriðinum gerði það og þá náttúrulega var ennþá meiri óróleiki náttúrulega í Evrópu þannig að en Kristján síðan gaf sig og samt sér fríð og þá endar síðan þetta tímabil en þá þetta tímabili 1625-1629 það er danski fasinn og þá tekur við sænski fasinn og það er það sem er svo grátlegt líka við að stríði bara vindur upp á sig það er búið að slá Danna lítur bara mjög vel út fyrir Habsborgarana en þá koma Svíarnir þetta hefði getið orðið stríðslokk það hefði ekki orðið 30 ára stríð heldur bara hvað, 10 ára stríð
Já, hvað þannig En nei, þá komu Svíarnir Þeir hugsuðu sér einmitt, gott í glóðarinnar að ná þá að leggja undir sig aðeins landsvæði í Þýskalandi til þess að styrkja Ísraelsalt stöðu sína og náttúrulega veikja Þýskaland það er náttúrulega líka hluti þess að náttúrulega Svíjar, Danir, Englendingar Frakkar, þeir vildu náttúrulega alls ekki sjá sterkt Þýskaland Nei Pólverjar ekki heldur og ekki heldur voru soldatnir í Konstantinópel Það er Þýskalandsvandinn Það er Þýskalandsvandinn, enginn vildi þetta Gustavus Adolphus Já, Hétan já, það er flott nafn Það er líklega leitt þessu, já Eða Gustaf Adolf Gustaf Adolf Já. Hann er svona upprennandi vonastjarna Svía Nei, býtum við, hann er ekki fyrsti Vasa Er það ekki þessi Gustaf Vasa hana, Jú, sem er svona frelsisetja Svía þegar jú, hann er það eins og má líta sem að þeir hafa verið að berjast fyrir frelsi sínu frá dönum hann á Kalmarsambandinu en hann var kannski 100 árum fyrir eitthvað svoleiðis Já, það ekki, jú og Gustavus Adolphus er sem sagt mikil stríðskongur hana og hann er í stríð við Pólland Litáin ekki og það er einmitt Vasaskipið það er frá þessum tíma hefur þú séð Vasaskipið í Stokkólmi Já, það er geggjað já, bara svona myndir já, bara mynd, ég hef ekki séð það heldur sko. ekki alveg Það er mjög flott Já, það er sérst svona 17. aldars herskip mjög listilega útskorið sem að sökk Já, bara einhverjum 1000 metrum út í höfninni í Stokkólmi bara meðan allir voru bara á höfnin að vinka bless já og sökk fóla bara á hliðina í fyrstu vindkvöðri sko því það var eitthvað hönnunargalli Já, ekki leitt lása bara botninu með 300 okkar ára og var sett upp aftur en það var Gustaf Já, hann var svona grand á því sko já þarna náttúrulega erum við líka að tala þetta náttúrulega er í svona stórveldistíð Svíþjóðar Svíðarnir eru mjög hallar sér völl og berja þarna á grönnum sínum þannig að hann heldur síðan þarna inn í Þýskalandi bara tröll ríður öllu hann rústar þessum hersöðingjum keisarans og leggur undir sig heilmikið svæði í Þýskaland og meira segja leggur undir sig allt að sko til og með Bæheim, Tjekkland Já. En síðan er áhugavert að það er þá hluti að líka okkur trúabrögð og ekki allir hann á að hafa sagt það að ef stríðið snýrist trú að þá myndi að marsera á Róm sem hann gerði ekki já. þannig að en ekki það, það var maður getur náttúrulega deilt það var þetta bara tilli ástæða að koma og hjálpa trúbræðurum sínum í Þýskalandi eða voru Svíarnir bara tækifæri sinnar að hasla sér völl Já. en hann þessi mikli stríðskonungur hann síðan fjall í Þýskalandi alveg rétt, já hann ekki við hvað orustu en hann dó þar en það sérstaka er að Svíarnir skulu þá ekki hafa dreigið sér tilbaka eða það sýnir þá kannski að það var ekki bara hann sem var að draga á inn í stríðið heldur voru sterk öll þó í Svíþjóð sem vildu halda áfram því hann Oxenstierna já, alveg rétt, já ráðherra, hann hélt það áfram og stýrði þá Svíþjóð í stríðinu alveg lengi þetta er flott nafn það er flott nafn sko Oxenstierna en síðan náttúrulega flækst þetta ennþá meira með því að sko frakkarnir síðan borguðu fyrir megnin þessu stríðsbröldi það er nefnilega og þá ertu með kaþólskt Frakkland að styðja lúterska Svíþjóð gegn kaþólskum keisara í Þýskalandi en þá náttúrulega vegna þess að þá snýðist náttúrulega sko borbörnuna á móti Habsborgurunum og þá sér maður líka sko svona alþjóðapólitíkina og í þessu öllu að síðan náttúrulega voru líka englendingar aðeins á hliðalínunni svona hvort þetta styðja eitthvað englendingar eru á þessum tíma á kafi í sínum eigin trúabragða vissinni og óstöðleiki þar og Habsborgurunum tókst til dæmis að halda þeim fyrir utan þetta hvenær er aftur breska borgarastríði með Commonwealth og Cromwell og þessu er það í kring 1570 The Glorious Revolution er hún ekki í kringum eitthvað það 77, já, hún er svona löngu fyrr já, ég held það nei, er hún ekki á 17. öld jú, googli það er kannski 1700 eitthvað já, það skiptir ekki máli herðu, já þannig að Svíarnir þeir ná alveg helviti góðu gengið þarna og já, hún hérna er 1688 til 1689 já, hún er eftir þetta Glorious Revolution já. Eða svona beinu framhald að þessu eða svona
En ekki það, þetta var alltaf rostur samt þarna í Englandi já og alltaf hafði verið með þarna Elisabetu og Spánverjarnir hefði reyndu að leggja undir England og hitt og þetta en Habsborgurinn tókst þá með sinni pólitík að halda Englandi frá já en það var samt töluvert sko að málaliðin til dæmis enskum og sérstaklega skoskum málaliðum og írskum sem börðust í stríðinu það var soga það sem málaliða frá allri Evrópu algjörlega, þetta var mjög svona alþjóðlegt stríð og voru málaliða líka frá Grikklandi já og það náttúrulega gerði stríðið þegar kannski ennþá blóðugar þú ert með málaliðana en hvað voru Grikkir að gera fyrir hvernig voru þeir að berjast það sem borgaði best já, kannski svo sem borgaði best ég veit en þá rauninni, hvenær var það sem hann dó 1635 allan að tala þá hann bæði Gústaf Látin og Wallenstein er líka, það er búið að koma honum fyrir Katanef þeim fannst hann vera orðin og öflugur og hvort það var ekki líka eitthvað teknoloft það hann væri að fara að skipta lið að það var svo mikil hann var ekkit kaþólskur ekki trúrækin allavega með hvað hann drafmarka Nei. En það er alltaf þannig svona róstur sem við tímar náttúrulega búa til tækifæri líka fyrir það sem vilja grípa þau algjörlega en 1635 þá er komin aftur stríðslokk og það er búið að skrifa undir samning hvort það sé Lübeck eða eitthvað Münster eða mann ekki allan er búið að skrifa undir samning Svíarnir ætla að fara heim allt búið en þá byrjar franski fasin sem er þá síðasti fasin í þessu sem er frá 1635 til 1648 og tegir þetta svona áfram en frakkar tókuðu beinan þátt í stríðinu eða voru bara að halda Svíunum áfram þeir lýstu við stríði gegn Spánverjum Habsborgurinn þar vegna þess að á þessum tíma voru Habsborgurinn búin að skipta þess á milli sín það var þá austurísku Habsborgurinn og svo spænsku þannig að þeir fari í stríð við Spán og þetta dregur þærunum veru alla inn að hluta til þannig að frakkarnir leggja undir sig aðeins Lorraine til dæmis og svona héruð í þá þessu heila rómska keisardæmi og svo náttúrulega voru þá Habsborgarnir í Austurríki neyddir til þess að styðja Habsborgarnir á Spáni og til dæmis þá barist Ítalíu og síðan líka sem áhugavert við þetta síðan er allan önnur stríð kringum þetta líka að til dæmis Mantua sem er fylki í Norður Ítalíu furstinn þar til dæmis dó barnlaus á þessum tíma man ekki hvenær er allan á 30 ára stríðinu og þá allt í einu var stríð þar þá var það hluti af þessu stríð þannig að 30 ára stríðið inni heldur líka mikið af minnistyrjöldum í tengslum við hitt og þetta svona og þá náttúrulega var með þá Frakkland sem þá þetta stóru öfluga ríki og hann Richelieu hann frægur, var hann ekki jesúíti eða eitthvað, allan einhver prinskirkjunar sem var ráðgjafi franska konungsins hann er náttúrulega mjög mikilvæg fígúra í þessari sögu mjög svo hann er kardináli og svona íkon í þessu en auðvitað fer svolítið eftir hvaða hlið þú ert að líta á og því þetta stríð hefur nefnilega fengið yfir sér svona áru hvað ég segja sem svona þetta hefur verið mikið tal á sérstaklega friðarsamkoman Vestfalíu friðurinn 1648 hún það verið svona tengt rólega mikið við svona þessa diplomata og svona þessa hvað ég segja utanríkis þjónustu hvað ég segja sögur svona alþjóða samskipta sem að verður til upp úr þessu og þar er Richelieu hvernig sem það er borið fram svona central fígúra í þessu hann til mér talaði það í bóki sinni Diplomacy, Henry Kissinger sem ég á að lasa ekkert tímann klassist þar er einmitt byrjaðan hann að fara yfir sögu svona alþjóðasamskipta þú veist í Evrópu þessi svona diplomasíu saga og byrjaði einmitt að tala þú veist þetta post-Westphalian system kerfið sem var komið á í Evrópu eftir endalok stríðsins það sem að Richelieu er
svona mastermind á bakvið en það hangið líka á saman með því að það sem gerðist þá náttúrulega það sem kannski einstætt við friðin í Vestfalju einmitt þetta að þá eru sko ríkin að koma sem nokkurn veginn jafningjar algjörlega. Alveg sama hvort þú sérst sko einhver smáfursti eða leiðtogi spænsku hafsborgarinnar. En hvernig var með sko stríðið sjálft? Sko nú búin að berjast í 30 ár sko hver vann? Já. Og hver mun við getum talað það eftir kannski svona afleiðingar þessar styrjaldar og friðin og svona en svona sjálft stríðið svona hvað voru menn að berjast fyrir ég meina sko unnu hafsborgarnir eða unnu frakkarnir eða unnu svíjarnir eða unnu mótmælendurnir það er nefnilega það sko ég myndi því að svíjarnir hafi nokkurnu veginn unnið þeir fengu svolítið landsvæði þarna og fengu skaðabætur þannig þeir náðu eiginlega sínu markmiðum og þeir náðu að veikja Þýskaríki hafsborgarna hafsborgarnir myndi ég segja töpu já, þeir töpuðu þó svo þeir hafi nú ekki sko mál að þetta ekki svona allsherjar eyðileggingarstríð sko eins og síðar átt eftir að verða skilur þegar Napoleon tapaði þá var ekkert meira Napoleon þegar Hitler tapaði var ekkert meira Hitler en þarna var náttúrulega bara eins og þessi miðaldastríð voru þetta skilur og kannski að því leitinu til kannski svolítið ósangjant þegar mennur eins og vorum að tala minni upp að eitthvað setið ykkur svona bása ásamt þessum tveimur skilur fyrir setni og Napoleon sko en að því að Habsborgararnir liðu bara góðu lífi eftir þetta sko já, ég gerði það og enda þess að sumir sagfræðingar sagt að þetta stríð hafi ekki leyst nein vandamál byrjaði alltaf bara ný glæsileg saga fyrir Habsborgara sem Austurríki sko sem Austurríki en líka kalvinistarnir hafi unnið á þessu eða líka sagt sko hver voru viðurkenndir en hver hernaðarlega staðan á vígvöllunum þegar það gengið til friðarbors þá eru Habsborgararnir að tapa eða ekki jú, þá eru þeir svo gott sem aðfram komnir þeir eru það búin að berjast það lengi sænski herinn ennþá virkur þó að Svíarnir fundu fyrir því að þetta var orðið mjög þungur baggi Frökkunum hafði nú gengið vel þannig séðlega í Norður Ítalíu og já, hvað maður að segja það var kannski svolítið pattstað enginn kannski var nógu sterkur til þess að vinna eitthvað fullnaðar sigur en ég held samt að og til dæmis í Frakklandi þarna skömmu fyrir fríð þá til dæmis var sko skattpíningin orðin það mikil að það var hrundiðast að uppreist til dæmis þar þannig að það var orðin óruleiki meira segja í Frakklandi þrátt fyrir að það var eiginlega ekkert barist í Frakklandi þannig að sko það var töluvörður náttúrulega óstöðleiki komin út af öllu þessu og svo náttúrulega voru líka vandamál fyrir utan í til dæmis formi Tyrkjaveldis og sem náttúrulega var mikil ógn við Evrópu Tyrki fannir að enda fóru þeir enda byrjaði sko enda réðust þeir á Austurríki bara nokkrum áratugum seinna og Rússland, Pólland hafði líka verið að hafa styrjaldir þannig að þegar voru komin þarna þá vildu nú samt sko frakkarnir halda út aðeins lengur og þeir voru að reyna til dæmis að halda Svíum inn í stríðinu en Svíjar sömdu sér friðarsamning við Habsborgarana á endanum og þá svolítið var þetta eiginlega nokkuð neði búið en það sem áhört líka við friðarsamningi í Vestfalju að hann tók svo langan tíma þeir byrjuðu held ég 1644 eitthvað þannig, svo er þetta ekki búið fyrir 48 þannig þeir voru sko í mörg ár að ræða þetta og frakkarnir reyndu allt sem gáttu til þess að eyðileggja þetta já, þeir vildu áframhaldandi stríð þrátt fyrir sko uppreisnin heimafyrir og vandamál þannig að þeir kannski sáu sem mest leik á borðið að halda áfram og við getum alveg trúið að þú sér það frakkar sko ef þeir hefði ekki gripið inn í 1635 þá hefði stríðinu lokið þá ef þeir hefði ekki gripið inn í 1629 þá hefði þegar Kristján IV var yfirbugaður þá hefði stríðið endað þá og sko
og þeim líkuði sko tókst jafnvel að halda þessu áfram gangandi þarna skilur það já en þarna eru þeir kannski fannir að einmitt berjast sjálfur mikið og orðið of dýrt fyrir að vera að halda uppi þessu stríði sko Já. En var þó búið að takast náttúrulega veikja Habsborgarana mikið og ég manu ekki nákvæmlega hvernig þessu saga var en ég held sko spænsku Niðurlönd þá Já. á Belgía og Holland það svæði það fekk nú sjálfstæði ekki lungu setna eftir allt þetta þeir gáist upp Habsborgarnir þar til dæmis Já, sko sjálfstæðis stríðs hollendingur náttúrulega rosalega lungbarta Já, sko hluti af þessum friðarsamningi eða Vestfalíu friðinum var að Holland og Sviss hurfu úr heila Rómska ríkinu Já. og síðan þegar kemur að trúfrelsinu þá eins og bendir á það bætist við kalvinismin að því sko það sem hafi verið hann í Augsburg og var aldrei sérstætt kerfi sko að þeir voru náttúrulega að berjast það hver ætlaði að fá að hafa yfir aðeins eða hvort þetta átt að vera lúterst eða katólskt í sko Augsburg 1555 strax eftir siðaskiptin og þá sem sagt og þá ákveðið að prinsinn eða furstinn hvaða fursti sem hann má ákveða hvort að furstadæmi sé lúterst eða katólskt Já. og þá fara líka þetta kerfi sko það sem að þú veist, fólki gat verið eitthvað skilur en hann gat síðan snúið bara skiptum eftir eigin skilur behag Já. og Þess vegna skipti svo miklu máli þegar þið kusuð þá til dæmis í bæheimi völdu þá fyrsta sem var kalvinisti já, í staðið og kostuðu þá Habsborgarna sem var katólskur Já, að því að já, einmitt og býtu var þetta ekki einmitt þannig að þessi í Fals Friðrik 50 eða hvað hérna var hann ekki einmitt kalvinisti af því að fólki var á stórum hluta kalvinist þar Jú. hann sá haga borðið í því sko, leika borðið í því en eftir Vestfalíufriðin 1648 þá búið að bæta við kalvinismann nú máttu vera kalvinisti Nú máttu vera það Já. og það búið að festa fyrir ekki það búið að fixa þú gast ekki lengur skipt bara eftir duttlungum þannig að núna bara hérðin í frá bara þessi lína norður-suður Þýskaland hún bara fixt bara þessi héruð eru lútersk þessi héruð eru katólsk Já og maður getur alltaf sagt að 30 ára stríðin eru leisti þessa trúarlegu spennu Já, maður segja það sko kalvinismi var viðurkenndur og trúarbræða deilurnar voru eða mikið svona slegnar út af borðin eftir þetta Já, menn fór ekki stríð aftur út á trúarbröðum Nei og ekki svona beint Nei, menn gerði það ekki og það var líka hvernig maður orða léttar fyrir ríki að vera í sambandi við ríki sem voru ekki sömu trúar Já að einhvern veginn það var hort fram hjá því og meira aðrir hagsmunir látnir ráða Já. og stór hlut af því örgulega liggur náttúrulega í því hvað það var blóðugt við höfum svo ekki verið að taka um sögur en þú veist það er alveg hellingur á sögum sko rosalega grimmt gagvart þá kalvinistum, gagvart kaþolikum gagvart áhangendum Lúthers og sko alveg ótrúlegar sko slátranir og hryllingur og fólk náttúrulega Já, hvað maður að segja sá á endanum eftir 30 ár að það þurfti nú eiginlega bara einhvern veginn að reyna að lifa með hvert öðru en ekki það auðvitað voru ju svo sem spenna aðeins setna meira ekki þannig að leist öll vandamálin en samt þú fékkst þannig ekki aftur svona blóðugar trúarbragðastyrjaldir Já, algjörlega en ef við förum þá aðeins í svona eftirmála að sko já þessi trúarbragðastríð það við vorum að tala um það var upphaflega að leita á þessum trúarbragðastríð skilur og þetta er margt sem bendir til þess að þú segir þetta sem þú nefna núna skilur en svo kannski annað í þessu sem þú veist að þú varst með fólk sem að mixa skilur með katholika berjast fyrir lúterska og með lúterska berjast fyrir katholika og svo framvegis og síðan ertu með þetta fáralega púsluspila sem að frakkarnir eru að borga fyrir svíjana á meðan svíjarnir þykjast vera sko verendari lúterskunar og svo er annað í þessu að rétt eins og þú nefndi það að Gustavus Adolphus eða Gustav Adolf hann fór ekki til Rómar eins sko var Róm ekkert þeir voru að borga og svona en þeir voru ekkert að beita sér neitt svona brjálæðislega fyrir þess að þetta væri eitthvað heilagt stríð í gangi
þeir beittu sér til dæmis ekkert í líkingu við eins og hvernig Páfinn beitti sér til dæmis í krossvörunum eða má ekki segja þeir hafi breytt sér meira í Reconquista. Jú, og ég held líka sko í stríðunum sem kom eftir á milli Austurríkis og Tyrklands það hafi Páfinn beitt sér mjög meira. Já. Það voru að tala það lók 17. aldar. Já, einmitt. Þannig að þú trúarbragða elementið til staðar en það ekki jafn ráðandi og menn vildu kannski meina áður. Og þá það stórveldabröltið sem er svona, eins og þú nefnir kannski það sem er verið að kenna í háskólanum í dag sem svona aðal málið og ég held að það kannski svona þessi kenning Kissinger kenningin eða svo mórið komast þetta er svona í þessum diplomasíu stúdíum sko, við erum alltaf að tala þetta sko, Vestfalíufriðurinn og upp á nútíma kerfist það sem eins og þú sagðir hver þjóð getur representera sjálfa sig sem svona sjálfstæður aktor á heimsviðinu skilurðu, og það kemur líka inn í þetta það sem að Kissinger tala alltaf í bókinni sem þetta raison d'etat sem í rauninni sko eitthvað svona doktrín sem að sko þessi Richelieu átt að hafa verið með sko sem hugmyndafræðin það að ríkið á bara að sinna sínum eigin hagsmunum til þess að halda sér á lífi þjóðarhagsmununir komi inn í sem ykkur breyta og ríkið gerir bara það sem að ríkið þarf að gera til þess að viðhalda sínum þjóðarhagsmunum og þess vegna eru frakkar að borga fyrir Svía til þess að halda niður í Habsborgurum þó að það gangi þvert á einhverja hugmyndafræði en það er bara, þú veist þetta er bara leið frakka til þess að þetta er raun bara svona realpolitík þú ert ekki með einhverja hugsun og þannig þú ert að láta hagsmunir að málum sem auðvitað ýmslega þetta ráðandi skoðun nei, ég myndi kannski ekki segja ráðandi skoðun í dag en var meira ráðandi áður fyrr. Hvað mennur þau? Í historiografínu um þetta? Já, til dæmis sko eftir sjálfstæðisríki Bandaríkjanna George Washington til dæmis hafa sagt að Bandaríkin eigi enga vini eða óvinni heldur hagsmuni. Bara hagsmuni, já. Og þess vegna var til dæmis þá að því þetta var umræða sko í Bandaríkjunum þar hversum fljótt ætti maður að hvað maður segja fyrirgefa Bretum eða byrja að versla við Breta. Já. Og þá náttúrulega var í raun og veru þetta skynsamlegast að auðvitað verslu við Breta. Það er okkur í hagsmunur okkar. Já. En við erum ekki að láta ykkur hugsunni stýra okkur. Nei. Og ekki það en svona realpolitík hefur alltaf haft svona neikvætt orð á sér þegar maður vilja vera voða mikið í hugsunum. Já. Það er náttúrulega, þykir fallegara en heimurinn náttúrulega ekkert bara. En ég meina, þú veist, þessi stórvelda pólitík eins og hún hefur verið iðkuð hérna frá Vestfalíu. Já. Sko, allavega eins og mér hefur verið kennd hún. Já. Þú veist, ég get ekki sé betur heldur en þetta sé bara algjörlega hvert einasta ríki er bara sin einherra að hugsa raison d'etat. Já. Skilur hugsa bara hvernig get ég komið mínum hagsmunum áfram algjörlega óháði hvort ég sé kommunisti, nazisti, lýðræðissinni, jakobínisti eða bónapartisti. Það er raun rétt en ég held samt maður geti sagt sko kannski með Wilson eftir að Wilson forseti dró Bandaríkin inn í fyrri heimsstyrjöldina þá kannski komið svona ósmak svona óbragð í munnin með þessari pólitík því hann dró eins og mikið á hugsunum en ekki það, Stalin talaði það með Winston Churchill og það var maður sem hægt að ræða við því Churchill skrifaði bara miða ég tek 30% og 70 Búlgaría 80-20 Rúmenía 70-30 á meðan í dag ef þú myndir tala svona hreint út þá fólk bregst mjög neikvætt við því eins og bara að gera grína þegar Trump var að tala að mögulega að kaupa Grænland efnaðslega sé að það hefur verið mjög sniðugt fyrir Danina að bara losa sig við Grænland og selja en þú sér bara svolítið með þessi stórveldi þú veist, ég meina Sovétríkin, Bandaríkin þú veist, þetta eru lönd sem eru rosalega svona sko
þetta eru svona exceptionalist, sko, þetta eru svona ideal lönd bæði, þau byggja á svona hugmyndinni exceptionalisma bæði Sovétríkin og Bandaríkin það þau séu svona chosen land skilurðu bæði þessi stórveldi hafa náttúrulega hagað sér bara nákvæmlega eftir Richelieu það bara, ætlum við að styðja við ykkur að einræðisæri þessu landi eða ekki skilur skiptir nákvæmlega með hvernig þessu kommunistar ekki og ég held að það sé alveg rétt og ég held að það sé kannski kjarnin í þessu að jú, það einmitt þessi hugmyndafræði þessi ræður en svo hafa menn kannski reynt að íklæða einhverju annar hugmyndafræði og meðan þegar kemur að því að þá auðvitað það fyrst og fremst þetta sem ræður hvað var Bandaríkjamenn til að stíða Talibana og einhverju svona öfga, þú veist, jihadi hugmyndir á móti Sovétríkjunum þú veist, það var bara, þetta er hagsmunir okkar núna mjög skamsýnt en einhverja síður algjörlega og náttúrulega, og þannig svona að sagan hefur verið Þú færð þarna sem sagt Evrópa eftir Vestfalíufriðin samanstendur af þessum þá ertu komið með þennan hóp af þessum usual suspects sem þú eftir að fá að hafa svona það sem eftir þú ert komið með þarna ringborð og við það sitja frakkar austuríkismenn, bretar prússar koma hann inn í fljótlega eftir þetta Tyrkir var að koma inn í Svíjar náttúrulega Svíjar þetta sé náttúrulega út seinna á 18. öldinu þetta svo náttúrulega á 18. öldinu þá náttúrulega koma aðri spilar inn í tölvöld sterkari rússar og prússar og bretar en þarna kannski verður til þessi svona stórveldisöld sko frakka algjörlega og Frakklands á handamálið Veitu hvað var það? Já, jú, það þetta náttúrulega frakkarnir náttúrulega urðu svo stórir og það var svo mikið fólksfjölgur líka í Frakklandi Frakkland var sko fjölmennasta þjóð Evrópu langt framan af ég sætti upp úr þessu og mikið fjölmenn en Rússlandi til dæmis og það var stór hluti af því náttúrulega af hverju Frakkarnir urðu þetta mikla hernaðarveldi og voru að reyna að þenja ríkið út og til dæmis á þessum tíma náttúrulega lögðu þeir undir sér náttúrulega þýsk svæði sem síðan urðu frönsk hægt og rólega og við getum sagt að náttúrulega Frakklandsvandamáli hafi ekki verið leyst fyrir en 1815 friðinu við Vín þú veist að því Napóleon til dæmis var mjög nálagt því að ná að koma sko á algjörlega frönskum yfirráðum yfir allir Evrópu og það náttúrulega út af því að Frakkland var svo sterkt Þarna verður Frakklandsvandamálið en síðan náttúrulega hliðin á því náttúrulega var alltaf líka þetta þýska vandamál sem var sérstaklega erfitt eftir síðan sameiningu Þýskalands En talandi það Kissinger segir í bók sinni sem alls ekki það ég skilja það að Kissinger segir eitthvað besta heimildin 30 ára stríð það bara því ég var að lesa þessa bók daginn hann, þar kemur fram þetta með þessi hugmynda að Richelieu hafi með þessari pólitík sinni eða frakkar með þessari pólitík sinni að þeir hafi þarna komið í veg fyrir sameiningu Þýskalands eða ríkismyndun í Þýskalandi og þannig búið til í rauninni sko þú veist þetta sko það sem þú ert með þarna bara næstu aldirnar skilur þú ert með Prússland í norðri og þú ert með Austuríki í suðri og þessa skiptingu Þýskalands í norður-suður skilur og þessi einhvern veginn ég minn alltaf vandamál sem fylgja því og veist ég sagði að Prússland kemur fram og Austuríki sem eitthvað svona entity verður til þeir fara að einbeita sér að því að austurhéruðum sínum Ungverjalandi bæheimi eins og sagðir Tyrklandi skiluru og fara að verða einhver svona svaka mikilvægir sko sem að verja Evrópu gegn Tyrkjum og svona sko á 17. öld og Austuríki verður til sem eitthvað svona þing sem að 1918 náttúrulega bara hverfur sko eins og það hverfur sólu Já, mjög áhört og það líka sérstætt að hverfi þá ríki sem búið að vera til svona lengi og vera mikilvægt lengi En þú sér það sko allir missa sko eftir 1918 þá eru austuríkismenn náttúrulega eins og við þekkjum vildu bara gangi í Þýskaland en það hefur allan að verið svona
það kannski ekki eftir seinni heimsstyrjöldina hafa menn alltaf horfið frá þeirri hugmynd en ég held að það hefur alveg verið mjög ríkjandi hugmynd á þeim tíma, þeir kölluðu sig Republik Deutsch Österreich og það var svona hugmyndin en sko ef að þetta stríð hefði ekki verið þá má alveg færa rauk fyrir því að Austurríkismenn hefðu bara þarna sameina Þýskaland eða þú veist komið á einhvers konar ríkisvaldi í öllu heila Rómverska ríkinu og Vín hefði orðið bara höfuðborg þess lands þá væri Austurríki hefði Austurríki ekki orðið til sem eitthvað svona Deutsch Österreich sem að Hitler hefði síðan anslúsað sem að síðan til í dag út af því að það var anslúsað skilurðu? Já, ég myndi að Já, ég held að við getur algjörlega fært rauk fyrir því sérstaklega því að náttúrulega Habsborgarnir voru að reyna að auka miðstýringu og náttúrulega saga Evrópu og saga ríkjanna í kring náttúrulega var aukin miðstýring nema bara að það var náttúrulega það sterkir kraftar á móti en við tókst það ekki Svo getur maður líka spurt sig, menna, þú veist, ef að þetta stríð hefði ekki komið þarna skilur sko, þá voru kannski komin aftur að hver voru raunveruleg rót þessa stríðs sko, hefði trú að bragða mismunurinn leitt til styrjaldar hvort sem ef hann hefði ekki orðið þarna 1618 hefði það komið seinna hægt að halda út í einu miðstýriríki með tveimur trúarbröðum í mjög erfitt sérstaklega því að þetta snýst svo mikið með annað en bara það og líka menturinn Já, ég meina séru fyrir Frakkland til dæmis það sem að norðurhlutin hefði verið mótmælenda og mjög örd með að segja það fyrir mér það hefði fólk sætt sig við að þessi krakka færi í svona skóla og hinn í þennan Ég ætla að reyndar auðvitað gerist það hérna 1870 þegar að Prússar ná að sameina Þýskaland þá náttúrulega takaði með sér Bæjarland og önnur kaþólsk héruð og ég meina í dag Þýskaland, hvað þetta ekki cirka 50-50? Jú hvort það væri fleiri kaþólikar í dag, ég get alveg trúið því það er náttúrulega austurluti náttúrulega lent undir Sovétríkjunum en til dæmis sko, en það leiddi samt til náttúrulega þessi kultúrkamp í Þýskalandi þar sem voru deilur einmitt við kaþólsku kirkjuna lengi Bismarck til dæmis var í miklum deilum þá út af hinu og þessu náttúrulega svona menningamálum, skólamál og slíkt og náttúrulega hluta því að náttúrulega var líka tvær mismöndi hugmyndir hvort það væri þá Gross-Deutschland saman þá Austurríki líka eða Klein-Deutschland og Prússarnir vildu Klein-Deutschland án Austurríkis einmitt til þess að tryggja það að þeir væri í meirhluta mótmælandi væri meirhluta í Þýskalandi þannig að það er kannski erfitt að sjá það fyrir sér En svo getur þú líka sagt það ef þetta hefði ekki verið trúarbragðastríð og þetta hefði ekki verið heimsvaldastríð ef ástæðan sko innri óstöðuleiki á milli þjóðverja það að segja norðrið versus söðrið og baráttu völd í heila Rómverska ríkinu sem síðar á eftir að kristallerast í Prússland versus Austurríki ef að það svo hvort það hefði ekki bara gerst seinna ef það hefði ekki gerst þarna 1618 skilur var þetta sko andstæði við kaþólskuna eða var þetta andstæði við sko Habsborgarana eða andstæði við Vín yfir á Vínar, yfir Norður Þýskalandi það er auðvitað að vera alltaf þessu væntanlega sko og líka náttúrulega hvað kallar maður, centralization og decentralization miðstýring og hvað er aftur íslensku orðið við decentralization? Af miðstýring þannig að sko það er náttúrulega líka hlutaði sem náttúrulega maður hugsa það náttúrulega þessar þýsku borgir öll þessi smáríki höfðu náttúrulega hagaði að vera sem sjálfstæðust og sumir náttúrulega tölu fyrir og lítu það sem mjög jákvætt að Þýskaland væri fragmenterað algjörlega og það er nefnilega það sko að í okkar nútíma heimi þar sem að við lítum á samruna þjóðríkjana í innveldiskonungsríki sem síðan verður að nútíma lýðræðisríki sem síðan verður að velferðarríki sko það er fyrst okkur eðlilegt þess vegna höfum við þess vegna er svona stigma yfir þessu heila rómverska ríki og sérstaklega var það svoleiðis í þýskri sagnaritun á 19. og 20. öld þar sem að þeir litu náttúrulega á þetta sem
niðurleggingar tímabil þegar að Þýskaland var svona fragmenterað skilurðu mér man eftir bókinni ég talaði með einhvern tímann eftir hann Taylor Course of German History Taylor var breskur sagnfræðingur sem að fór til Þýskalands 1945 var að vinna fyrir bresku leyniþjónustunni eitthvað svoleiðis og var að skrifa sögu Þýskalands fyrir hernámsyfirvöldin hvernig þeir ætluðu að sko til þess að skilja þjóðina og skilja hvað hefði gerst þarna í nasismannum og svona og hann má alveg segja að hann sé svona anti-German sko fjandsamlegur óvinninum, hann má alveg segja það sko hafði ég lesið þessa bók, þetta er samt svo góð lesning mæli með þessari bók, hún er skemmtileg hún er kannski svolítið ofstækisfull þú lesið þessa bók? Jú, ég lesið hann og þar talar hann sko einmitt rót sko og þetta er náttúrulega tengist þessu Sonderveg dæmi líka sem við höfum líka talað um hérna í hlaðvarpinu sko að sko þú veist upphafið að þessu öllu saman er í heila rómverska ríkinu og í þessari fragmenteringu og hann talar sko Lúther sem bara sko fyrirmynd Hitler sko líka við það er bara Lúther kemur hann og hann breytir ykkur svona fallegu menningarsamfélagi með sko Bach og Mozart og eitthvað í sko eitthvað svona prústnest svona aga jungera samfélag eitthvað nútíma spartverja nútíma spartverja nákvæmlega Norður Þýskaland og bara eitthvað svona barren eyðimörk var ekki neitt Berlín var bara einhver overgrown herstöð eða eitthvað sko og lúterismi náttúrulega er þá sko í hans augum náttúrulega sem er náttúrulega alveg rétt mjög grimm trúarbrögð við höfum komið að þessu áður ég meina það er með lúterismi sem þeir byrja slá sig á bakið skilur eða ekki og banna þú veist íslensku dansahefðina og allt þetta og þar kemur þá líka auðvitað þessi hugmyndafræði skilurðu prinsinn eða furstinn er absolutt skilurðu og hann þarf ekkert að svara fyrir neitt nefnum bara Guði skilurðu og lúterismin eins og þú komst að hérna í byrjunni skilurðu hjálpar til við það að halda þessum furstum skilurðu ríkum og feitum algjörlega, gerði það og styrkti náttúrulega þeirra vald þannig að þú sér náttúrulega styrkingu ríkisvalds sérstaklega hjá furstunum þannig að Vestfalíufriðurinn náttúrulega bara festir þetta ennþá meiri í sessi sko. það sem að Austurríkismenn segir bara ok, sorry strákar, við skulum þá bara láta ykkur í friði bara við gefum upp okkar draum það samin að Þýskaland flott er, við fókusinu bara á það sem á eftir að vera Austurríki Ungverjaland fyrstanir í Norður Þýskalandi þeir bara ok, halda áfram að vera fragmenteraðir og það er náttúrulega Þýskalandsvandinn upp á þessum marki það er það en síðan líka áhvert við þetta ég held að Goethe hafi verið jákvæður út í þessa fragmenteringu og horfið þá þú veist á menninguna það er áhvert þú sér allir í Frakklandi náttúrulega með miðstýringun í Frakklandi að allir með Suður-Frakkland var mikið menningasvæði allir með á miðöldum sérstaklega hámiðöldum en þegar maður var komið svo mikla miðstýringun allir í kringum París þá var allt bara í París þannig að sko en það sér það ennþá þannig í dag held ég í Frakklandi að París er lang stærsta borgin í Frakklandi ég held sem margvalt stærri heldur en allar hinnar og það er það út og þá liður í miðstýringunni að soga alla að sér þangað og þá færð ekki sömu sko hvað segja sama margbreytileika og flóru annars staðar í landinu, þú veist eins og í Þýskalandi hínum þessar borgirna náttúrulega þú varst með leikhús út allt, þú varst með rithöfunda, þú varst með hitt og þetta þú veist eins og bara Ísland sem smáríki þú veist hvað er við með margar symfóníuljónsveitir 2 eða það ekki, eða 3 Symfóníuljónsveitir? Er ekki symfóníuljónsveit á Akureyri? Symfóníuljónsveit hér? Jú Symfóníuljónsveit Norðurlands og við erum 350.000 og hluti af því er stór hluti af okkur svo mikið menningastarf sem er á Íslandi en að því Íslandi er sjálfstætt og ég las nefnilega áhugaður bók eftir ísraelskan fræðimann sem hefur verið að tala um menningarkapital þar sem hann var allir að bera saman Ísland og Nýfundnaland og Nýfundnalandi byggu held ég að búa 500.000 manns það er svolítið svipað en þeir völdu ekki sjálfstæð á sín tíma, þeir völdu að vera hluti af Kanada og
náttúrulega á Nýfundunlandi ert ekki með sama, þú veist, menningarkraft og sama menningarkapitalið en ekki það, þú veist, það eru Já það er kannski ekki alveg tími til þess að fara út í allt þetta Nei, þetta alveg góða punktur, sko en það er áhugavert þetta, sko, hvaða menningarlega efni við hefur til þess að byggja úr og náttúrulega líka þá miðstýring versus ekki miðstýring eða dreifstýring eða hvað maður kallar það Dreifstýring Þú veist, í því, þú veist, hversu mikið blómstrar af háskólum, af menningarstofnunum, af hinn og þessu náttúrulega Þýskaland náttúrulega þrátt fyrir að vera svona fragmentera náttúrulega varstu með rosalega mikla og dreða flóru sem sumir litu á sem jákvætt en ég held samt fleiri litu af þá svona menningarelitunni og menntaelitunni litu á sem neikvætt og þess vegna var þá alltaf sterk öfl sem voru kalla eftir sameiningu og það er einmitt þessi sko normatíva narratíva sem við erum síðan hluti af þú vilt þétta saman og sameina hver þjóð á að vera saminuð í sínu ríki og svo núna í dag erum við reyna líka að kannski gera sem minnst úr þeim muni sem er á fólki og saminu meira eins og í kringum Evrópusambandi og slíkt en samt þú sérðan þá að það er það sem er eðlilegt innan gæsalappa þú saminu ríki það þróist en síðan getur maður samt alveg spurt hversu eðlilegt var það í raun og veru en sko þessi sameiningar sko þetta náttúrulega með sko samruni ríkisvaldsins á miðöldum við stárum að tala sko Burgund og Ile de France rennur saman og verður að Frakklandi eins og það kallast í dag skilurðu svo náttúrulega á sér stað sko klofningur á 20. öld þegar sko fyrirbæri eins og Burgund eða Aquitaine eða eitthvað eða Katalónia, gott dæmi eða Wales hefði auðveldlega geta runnið út úr þessum löndum ef þau hefðu tapað eitthvað í stóru stríði sem þau gerði ekki en þau lönd sem að töpuðu stóru stríðinu Austurríki, Ungverjaland, Þýskaland Tyrkland, þar runnu þessi hér tilbaka aftur að ég meina hver er munurinn á þú veist Bosníu og Burgund í rauninni ég meina þú veist ef að Burgund hefði verið sjálfstætt frá 1918 heldur þegar var ekki búin að búa sér til einhverja hugmyndum að þeir væru sér land það væri búin að búa og við myndum bara tala en forseti Burgund er að koma í opinbera heimsókn og svektar eðlilega algjörlega það var nú einmitt að tala þetta þarna í Frjálsar hendur Illi Jökulsson þá var einmitt að tala hann að land sem að hefði getað orðið til hvað var það mist hérna í Norður Albaníu manni hvað heitir en það var líka spurning sko hvaða efni við hefur líka þess að skapa þér sér einkenni þetta þá menningarlega kapital í Ísland það er náttúrulega sérstaklega gott menningarlegt kapital í sko Íslendinga sögunum og allir því sko að búa sér til ykkur sérstöðu það er örugglega alltaf þetta að búa eitthvað til maður ég held það sko algjörlega að megnum við til sérstaklega ef það vilji fyrir hendi en síðan er líka gefum að spurt sig þú veist hvað þarf til þannig að sé vilji fyrir hendi eins og það var við nefnt það líka áður, mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með Bretland segjum þú veist hvernig muni þær lítið út eftir 50 ár þú veist að Skotarnir eru aftur að reyna að kjósa sjálfstæði og ég veit að þeir í Lundunum vilja það náttúrulega ekki en þú veist, verður við komið sjálfstætt Skotland bráðum mun það hafa áhrif á Wales verður Bretland fragmenterað eftir 50 ár nákvæmlega en Heila Rómska ríkið það hélt nú áfram að vera til eftir Vestfalíufriðin en það var nú Napóleon sem endaði það árið 1800 var það ekki 1812 11 ég held að það verið fyrr 1803 eða svo snemma 6 eitthvað svo leiðis og hugsaðum við sko taka þá ákvörðun ég hef ekki haft sko það í mér að taka það ákvörðun nei þó svo ég hefði verið kannski svakalegu reformisti á þessum tíma sko þá hefði ég ekki haft the guts til þess að leggja niður heila Rómska ríkið nei þetta var stofnun sem náttúrulega var rosalega sko það sem að Napóleon hefði að gera hann hefði sjálfsögðu átt að krýna sig keisara í heila Rómska ríkinu og fá þannig sko svona legitimering frá
Karla Magnús Karla Magnús Já Það hvernig gera það ekki? Það flott maður Þá sér maður kannski hvernig var það samt með titilnars var hann kringdur sem Emperor of the French Já, alveg, já, við tókum þetta fyrir hérna það ekki? Hann var sko konungur Frakka Já, ekki Frakka keisari Keisari Frakka Þarna sér maður líka og þarna eru komin nýjir tímar Þarna er þjóðríki eða þá þjóðin en ekki það sem ný hugmynd það var reyndar kölluð þessi var það ekki konungar miðalda sumi hverjir, voru þeir ekki kallaðir þetta konungar fólksins þú voru konungur Ostrogota, konungur Vandala sko rómverski keisarin eða bísanski keisarin var konungur Rómverja Emperor, keisari Rómverja sko. já, einmitt en þetta er líka gömur svona debatt þjóðorðinshyggjan hvort að hún sé eitthvað nútíma fyrirbrigði eins og Benedikt Andersson heldur hann því ekki fram og fleiri sakfræðingar eða hvort að hún eigi rætur sína rekja til miðalda það er mjög áhugaverð þarna umræða já, það var rétt að taka það fyrir auktíman já, það er gott umræðefni ég held að við séum að fara að koma bara á góðan tíma hérna í dag já. Við erum búin að vera hér í þessu ágæta stúdíói mjög gott ég var alveg til að taka upp inn aftur auktíman veist það mjög fínt í það en við erum sem sagt hlaðarpi sögurskoðun við mætum hérna aftur eftir í haust líklega við halda áfram við í sumarfrí og þá ætlum við að tala um eitthvað skemmtilegt kannski aðeins að fara yfir málin og bera saman bækur okkar við þurfum að gera það en það er nóg umræðum það er nóg að taka alveg nóg og við já, það má endilega hafa sambandi okkur á sögurskoðun@gmail.com endilega læka við okkur á Facebook síðu þáttarins alltaf gaman að fá feedback við fáum þau nú alveg af og til og við þau ekki bara segja þetta gott í bili jú, þökkum við fyrir okkur í dag og verið sæl